Geta óskir verið hættulegar? Geta gallsteinar látið fólk hverfa sporlaust? Eru kókosbollur mikilvægur morgunverður? Er gott að allar óskir rætist? Þessum spurningum ásamt fleirum varpað fram í barna- og fjölskyldusöngleiknum Gallsteinar afa Gissa eftir Kristínu Helgu Gunnarsdóttur, Þorvald Berna Þorvaldsson og Karl Ágúst Úlfsson í leikstjórn Ágústu Skúladóttur sem Menningafélag Akureyrar setur á svið í samkomuhúsinu. Við litum inn á æfingu daginn fyrir frumsýningu þar sem verið að leggja lokahönd á sýninguna. Verkið sjálft náttúrulega upphaflega eftir Kristínu Helgu Gunnarsdóttur, það að segja bókin Gallsteinar afa Gissa sem að leikritið síðan byggt á. Og segir frá svona, hvað ég segja, tiltölulega venjulegri fjölskyldu, þó við leyfum okkur að ýkja svolítið hvernig hún hagar sér á sviðinu. En þá þetta fjölskylda sem að held ég allir kannast við. Það heimilishald sem mjög föstum skorðum, það mjög strangar reglur sem gilda allt, hvort sem það mataræði eða öryggismál og svo framvegis og heimalærdómur og allt slíkt. Og þetta mjög metnaðarfullt heimili, foreldrar sem að vinna mikið, sinna vinnunni sinni af miklum miklum metnaði og það bitnar svolítið mikið á börnunum. Nú svo afi Gissi sem svona þessi sjóari sem svona tiltölulega slakur og lítur lífið eiginlega allt öðrum augum heldur en foreldrar Torfa og Grímu. Og börnin leita svolítið til hans og þegar hann fær gallsteinakast og þarf að skera úr honum steina þá samfærir hann börnin það að þessi steina sem koma út úr skrokknum á honum séu rammgöldróttir. Og lætur þau hafa þá og síðan bara verður það að koma í ljós hvað þau gera með steinana og hvaða áhrif þeir hafa á líf fjölskyldunar. Við erum að leika Grímu sem systir Torfa og þetta leikrit systkinin og svona hvað gerist svona við þau. Já. Þið eruð svolítið aðalhlutverk í þessu leikriti. Já. Við deilum eiginlega aðalhlutverki með Torfa. Já. Og kannski afa, já, líka. Og þeir eru búin að æfa hérna dálítið mikið. Já, 2 mánuði, eða ekki? Já, við byrjum aðeins í desember, en við erum alveg búin að vera á hverjum degi núna frá 10 til 4, bara síðan í janúar. Og getur maður eitthvað verið í skólanum með? 2 klukktíma eða, já, er það ekki 2? Við fórum alltaf, ég fór alltaf, vaknaði klukkan 7 og fór í skólan klukkan 8, svo fór ég bara beint í leikhúsið klukkan 10 og var það til 4. Já. Og ertu ekkert orðinn þreytt? Þetta var stundum svolítið, maður kom heim og var svolítið þreyttur og vildi bara fara að sofa, en þetta samt búið að vera svo rosalega gaman. Það óhætt að segja að þetta sé verk sem að eigi vel við í nútíma samfélagi. Já, ég allavega þegar maður fór að lesa bókina og fylgjast með þá kannast við það sem mikið að situasjónum. En þetta líka bara mikið fjör og eins og Kalli var að segja, það mikið sungið og dansað og þeir sem hafa haft gaman af lögunum í Ávaxtakörfunni og Benedikt Búálfi og fleirum söngleikjum, þeir eiga eftir að hafa gaman af þessu. Þannig að það skemmtun en það líka einhver lærdómur sem að draga að þessu og einhver ádela jafnvel líka. Já, það það sem við erum að vona. Að fólk, kannski einhverjir sjálfa sig í þessu eða einhvern hluta af sínu lífi. Við erum svolítið að reyna að kenna sjálfum okkur og öðrum að það skiptir máli hvernig samskipti við eigum, það skiptir máli hvernig fjölskyldan eyðir tíma sínum saman og það hefur gríðarlega áhrif á okkur öll. Ég að leika Torfa og Torfi hann þannig, hann náttúrulega hatar málsættið sem að systir hans síðan að finna upp. Og hann svona ábyrgur fyrir systur sinni, hann hatar hana, næstum. Átt þú systur? Ég á systur. Þú hatar hana ekkert? Nei, það kemur stundum fyrir að ég var svona reiður út í hana. Mjög reiður jafnvel. Það kemur held ég fyrir alla? Já, held það ekki. Er þetta svipaði karakter og þú ert svona í alvörunni? Sko, nei, held ekki. Ég reyndar hata málsætti líka. Af hverju hatar þið málsætti? Ég veit það ekki, mér bara finnst þeir ekki skemmtilegir. En hvernig finnst þér að leika hérna á þessu sviði? Það nú bara ansi gaman. Hefurðu leikið eitthvað áður?
Ég hef verið á leiklistanámskeiði í 2 ár með besta vini mínum. En annars ekkert svona beint svona leikrit eða eitthvað svona. Fannst það skemmtilegt á leiklistanámskeiðinu? Já, mjög. Hvernig finnst þér að setja þið inn í hennan karakter? En hann líkur þér? Já, við erum báðir bara svona venjulegir strákar og já, svo bara eiginlega þannig. Og það búið að vera mikið að gera hjá okkur, þetta er búið að vera langar og miklar æfingar. Mjög langar, en mjög skemmtilegar. Karakterinn ykkar, myndið þið segja að hann væri svolítið líkur ykkar eigin karakter? Nei, ég myndi ekki segja það. Gríma er mjög, hún er mjög fjörut ímyndunarafl og hún sér kannski ekki alveg, hún vill bara hafa gaman, er ekki alltaf svolítið óskynsum og það er ekkert rosalega mikið sem við höfum sameiginlegt, nei. En hvað finnst þér? Ég myndi ekki segja að það væri mjög líkar. Hún náttúrulega skrifar málsvætti og er svona málsvættasmiður. Ég er ekki beint þannig. Hafið þið lært eitthvað á þessu? Já, að fara varlega. Að fara varlega? Að fara varlega og hugsa áður maður framkvæmir. Það er mjög gott að læra það. Já, maður þarf sérstaklega að hugsa áður maður gerir eitthvað. Annars fyrir þetta svona eins og í leikritinu. Það er alveg hárrétt hjá þér. Hvernig leggst það í ykkur að vera að fara að frumsýna þetta fyrir fullum sal? Eru þið stressaðir eða spenntir? Mjög spenntir. Ég er eiginlega bara að blanda. Svona 20% stressaður og hitt 80% mjög spenntur. Og hérna eru ungir krakkar að jafnvel stíga sín fyrstu skrefi í þessari sýningu og það er nú eitt og annað sem þú ættir að geta kennt þeim, ekki satt? Ég held að ég geti nú aðalega bara lært af þeim. Þau hafa staðið sér náttúrulega með ólíkindum vel, þessi börn sem er að leika á móti mér og með okkur. Já, ég held að við fullorðna fólkið höfum eiginlega haft mjög gott af því að kynnast þessum frábæru krökkum og þau hafa eiginlega skotið okkur ref fyrir rass. Já, þau setja svolítið pressu á alla á sviðinu, líka varandi söngin. Þau syngja alveg eins og englar. En þó þið hafa nú sett verk áður á svið saman, það lítur nú alltaf að vera ákveðin spenningur og eftirvænting ykkur eftir að sjá verkin loksins á sviði á frumsýningu. Já, og það eru bara forréttindi, maður bara með þakklæti í huga að fá að sjá svona stykki fæðast fyrir fram að því. Og það er nú eiginlega, já, til þess sem við erum að þessu. Okkur langar svo til þess að sjá hvernig þetta endar.